Þeir krakkar, nú ætla að kíkja þess á hvernig við þáttum. Þannig að við ætlum að skoða hérna ágiskunar aðferðina og við ætlum að taka þessa eina stæðu og þáttana. Og maður getur alltaf að byrja á því, þó svo maður veit ekki nákvæmlega hvernig að leysa það, getum alltaf að byrja á því að gera þessa hérna tvo sviga og setja þessi x hana. Af því að þegar ég margfalda saman þetta hérna, að þá fæ ég x í öðru, þannig að það er komið. En þegar maður margfaldar saman svona tvo sviga, þá margfaldar maður saman þessa tölu við þessa tölu. Og útkoman úr því, hún verður að vera 5. Þannig að hvaða tvær tölur get ég margfaldað saman og fengið út 5? Og það er bara einn möguleiki, það er 1 og 5. Þannig ég set hérna 1 og hérna seti 5. En þá er spurningin með formerkin. Það er að segja hvað kemur hérna og hvað kemur hérna, er þetta plús eða mínus. Og við sjáum hérna fyrir ofan að hérna er plús og hérna er plús. Þannig að það kemur eiginlega ekkert annað til greina en að hafa hérna plús og hafa hérna plús. Þannig að núna erum við búin að giska og til þess að við athuga þessi rétt að þá förum við og við margföldum upp úr þessu sviga. Þetta verður x í öðru, þetta verður plús 5x, þetta verður plús x, þetta verður plús 5. Síðan þegar ég einfalda þetta, þá er þetta x í öðru plús 6x plús 5 sem stemmir við þetta hérna. Þetta er rétt hjá mér. Ok, tökum aðeins flóknara dæmi. Byrja á því bara að skrifa þessa hérna tvo sviga og núna er ég með hérna 10 og þegar ég margfaldar saman þessa tölu við þessa tölu að þá á ég sérst að fá hérna 10 út. Þannig að hvað kemur til greina þar? Nú gæti verið 10 og 1, gæti líka verið 2 og 5. Og til þess að vita hvort þetta er 10 og 1 eða 2 og 5, þá þarf maður eiginlega að horfa á þessa hérna tölu sem er í miðjunni. Spurningin er hvernig get ég fengið út 3x? Ég get ekki fengið það með 10 og 1. 10 og 1 get ég ekki fengið út 3. En þið sjáu það með 2 og 5, þá get ég fengið út 3. Ef að ég er með plús 5 og mínus 2. Þannig að, Þannig að við setjum hérna 5 og 2. Þá fæ ég út þessa 10. En hvernig fæ ég út 3x? Þá þarf ég að ákveða hérna þessi formerki hérna. Ég er með plús 3x. Þannig að það virkar ef ég er með plús 5 og mínus 2. Það ekki. Nú er ég búin að giska, það prófið. Þetta er x í öðru. Þetta eru mínus 2x. Þetta eru plús 5x. Og þetta er mínus 10. Og þegar ég tek þetta saman, þá fæ ég nákvæmlega sama út og það sem ég vildi.